Silja Bára Ómarsdóttir, kjósvæl. Já, kæru félagar, ég jafn lítið hrifin af þessum tillögum eins og ég var síðast, en takk fyrir fína framsögu og gott að sjá og heyra rök sem að hér eru færð fram. Eitt atriði sem ég hef nefnt áður á fundi, kannski ekki á ráðsfundin, allavega á opnu nefndafundi, var að mér finnst enn vanta ákvæði í fyrstu málsgreinum að ekki megi breyta kosningalögum ákveðnum tíma fyrir kosningar. Það var fært fram sem rök þegar ég benti á það síðast að það þyrfti 2/3 hluta til að gera breytingu, en ef verið er að gera breytingu sem styrkir sitjandi valdhafa í sessi, að það var nú ekkert ólíklegt að minnihlutin líka á þingi myndi vilja hafa vilja setja reglur sem að kannski myndu takmarka tækifæri nýrra framboða til árangurs. Og ég held að það hefði til dæmis þröskuldur verið settur inn í kosningalög sem að gerði að verkum Ómar settist ekki á þing fyrir Íslandshreyfinguna á sínu tíma. Þannig það er svona dæmi um það þegar að þeir sem að sitja við völd setja reglur sem að hjálpa þeim sjálfum. Þannig ég vil ennþá sjá breytingu í þessa átt. Ég tek eftir einnig í sakið þegar mann ekki númer á greininni í 3. grein, þar er sagt að rætt hafi verið hvort veita ætti löggjafanum heimild til að veita fleirum en íslenskum ríkisborgurum færa á þáttöku í alþingiskosningum, en ákveða að gera svo ekki að þessu sinni eða að sinni, og ég myndi gjarnan vilja heyra útskýringu á því af hverju það er. Þetta er náttúrulega hópur sem að í raun og veru nýtur ekki fullra réttinda í samfélaginu sem hefur búið oft töluvert lengi og mætti alveg skoða að mínu mati að gera þetta. Nú að lokum, það sem að kannski allir búast við að ég fara að tala er þetta kynjaákvæði, og ég minni á að síðast þegar þetta var rætt að þá var borin fram tillaga sem að sagði mjög einfaldlega í kosningalögum skal nánar mælt fyrir hvernig náð skuli sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla. Og nú segir í tillögu, greinargerð með tillögu nefnda sé að fyrsta lagi tillaga náttúrulega að það megi heimila flokkum eða framboðum að tryggja hlutfall karla og kvenna, og í greinargerð er sagt að ákvæði sem heimilega litið væri framhjá frambjóðendum eins kyns við úthlutun þingsæta væru þeir orðnir of margir, eða sem heimilaði það að viðbóta þingsætum væri bætt við til að jafna hlutfallinn líkt og heimilt var að gera í kosningu til stjórnlagaþings, hefði í för með sér að einhver einstaklingur geti lent í að missa þingsæti sitt vegna kyns, og sagt að óljóst sé hvort slík varanlega stjórnarskrárbundin tilhögun stæðist jafnréttisákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Þetta finnst mér mikil oftúlkun á þessari tillögu sem einfaldlega kveður á að jafnræðisreglan sé tengd inn í kosningalögin, og í henni mætti til dæmis setja svona ákvæði eins og hér er lagt til að sé stjórnarskrárbundið. Og mér finnst þessi tillaga í raun og veru allt of efnislega ítarleg sem að lögð er fram og takmarkandi, vegna þess að hún segir þá að í raun og veru með gagnálygtun að það séu engar aðrar aðgerðist í kosningalögum sem gætu mögulega verið heimilar. Mér finnst endurspeglast í þessari tillögu mjög þröng sýn á kerfið og svona hort fram hjá því að í tillögu sem að lögða fram síðast þegar þetta var til umræðu var verið að reyna að setja markmiðslýsingu inn í greinina, að það yrði einhvers konar ákvæði í kosningalögum sem að mæltu það hvernig ætti að stuðla að í sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla. Þetta gæti verið eins og er í Frakklandi, takmörkun á styrkjum, þetta gæti verið einhvers konar röðunarheimild, það mætti hugsa sér að gera þetta á ýmsa vegu. Í umræðum á milli ráðsliða þá var því gjarnan slegið upp að það væri einfalt að segja já, ef það eru komnir 32 af öðru kyni þá bara er ekki teknirinn fleiri, og þarna finnst mér vera að gera tilraun til þess að snúa út úr og leggja áherslu á það að sem ekki er rétt að hér sé verið að tala einhvers konar 50-50 algjört millimetrajafnrétti og takmörkun á gildi vægi atkvæða. Þvert á móti þá erum við að reyna að setja inn markmiðssjónarmið að það eigi að stuðla að jöfnum árangri kvenna og karla á einhvern hátt, og þetta er ekki tímabundin aðgerð, þetta er ekki bráðabirgða aðgerð til þess að rétta hlut kvenna sem að vissulega er þörf á
svona í núverandi samfélagsgerð, heldur þetta viðvarandi sjónarmið sem ætti að liggja til grundvallar og hafa til hliðsjónar til lengri tíma. Því á einhverjum tímapunkti jú vel mögulegt að konur verði fleiri heldur en karlar í löggjafanum og þá þyrftu lagagreinarnar að miða því að auka hlut karla en ekki kvenna. Það ekki verið að fara fram á það við löggjafana að hann setji lög sem brjóta stjórnarskrá eins og mér heyrðist fólk halda að væri með þessari tillögu okkar. Þannig að mér er bara mikilvægt að halda því til haga að þetta markmið sem í raun og veru bara í samræmi við jafnræðisregluna og ef það verið að segja að þessi markmiðsyfirlýsing kunni að ganga í bága við alþjóðasamninga og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, þá mætti væntanlega með sömu rökum halda því fram að jafnræðisregla stjórnarskrárinnar sé varanlega aðgerð sem gangi gegn sjálfri sér. Þannig mér finnst það bara mjög undarleg röksemdafærsla. Þessi tillaga eins og hún sett fram gengur að mínum mati heggur að lýðræðinu og að rótum þess og það gefið til kynna að eiga að hífa upp fólk sem mögulega fær færri atkvæði en aðrir og það ekki markmið með þeirri tillögu sem að ég og fleiri stóðum að fyrir 2 vikum og mér hugnast þessi tillaga alls ekki. Þannig að bara rétt að ítreka það að Ísland skuldbundið að fjölda alþjóðasamninga til þess að stuðla að jöfnum rétti og jafnri stöðu karla og kvenna, meðal annars í kjörnum embættum. Þannig að það gengur ekki gegn þeim samningum að vinna svona. Takk fyrir.